Hvernig getur fáfólk í fjölmiðlum tekið algjörlega óstaðfestan slúðursordróm og látið hann hljóma eins og heilagan sannleik? Sko, galdurinn liggur ekkert í upplýsingunum sjálfum, heldur í algjörlega úthugsaðri málfræði. Velkomin í þessa umfjöllun þar sem við ætlum að afhýða sjálf tungumálið sem við heyrum daglega og skoða nákvæmlega hvernig hægt að flytja órökstuddar staðhæfingar með svona köldu og hlutlægu yfirbragði. Oft tökum við nefnilega við fréttum sem heilögum staðreyndum en málfræðin á bak við þessar frásagnir afar snjöll og markviss. Svo, hvernig fara fréttaþuljur eiginlega að þessu? Það er hreint út sagt magnað að spá í hvernig blaðamenn og fræðimenn geta rætt óstaðfestan orðrám fram og tilbaka, án þess að hljóma nokkrum tíma eins og þeir séu bara blaðra á til loftið. Það er ákveðið list að flytja upplýsingar án þess að taka afstöðu til þess hvort það séu raunverulega sannar eða ekki. Við skulum kafa aðeins ofan í hvernig trúvirðileikanum viðhaldið í þessum aðstæðum. Ok, til að átta okkur almennilega á þessu best að byrja bara á venjulegu talmáli. Hugsum okkur setningu eins og, fólk heldur að hann hafi sloppið. Þetta eitthvað sem gæti alveg heyrst yfir í kaffibóla. En fagfólk í kvöldfréttunum, þau myndu aldrei nota svona orðalag. Af hverju? Út af því það vantar algjörlega þessa nauðsynlegu hlutlægu fjarlægð. Slíkt orðalag hljómar einfaldlega ofnátt og allt og mikið eins og bara slúður. Þess í stað grípur fagfólkið til ótrúlega öflugs málfræðilegur vops. Í staðin fyrir beinar og virkar setningar eru notuð svokalluð flókin þolmynd. Og hvað er það? Jú, það er miklu formlegri og eiginlega talsvert kaldari málfræðibygging sem þjónar nákvæmlega þeim eina tilgangi að flytja óstaðfestar kenningar á faglegan hátt. Þetta skapa strax þessa dýrmætu tilfinningu að veri sé að miðla rænum staðreyndum orðrúmin sjálfan en ekki að taka þátt í að dreifa honum. Jæja, vindum ykkur þá í fyrsta lagi í þessu áhjúpunarferli. Kíkjum á einföldu aðferðina. Sko, þessi fyrsta byrjanda aðferð alveg ótrúlega bein og auðveldi notkun. Maður tekur einfallega venjulega setningu og í stað þess að setja einhvern ákveðin sögumann í forgrunn þá þolmyndarformúlunni eins og sagt að bara skellt beint framan á fullyrðinguna. Ein lítil viðbót og allt í einu búið að fjarlæga sögumannin algjörlega frá efninu og koma á faglegri fjarlæði. Og það eiginlega alveg sláandi að sjá munin á þessu tvennu. Börum þetta hann saman hérna. Öðrum megin höfum við hlýja og hversdagslega talamálið. Fólk segir að hann sé ríkur. Hinum megin kemur svo kalda formlega fræðimáls umbreytingin. Sagt að hann sé ríkur. Fyrri setningin kallar klárlega fram mynd af kjaftagangi. En svo seinni, hún hljómar leið eins og upp af djúpri fréttaskýringu eða ópenbæri tilkynningu. En ok, það hægt að fara dýpra. Færum okkur yfir í næsta lag og sjáum hvernig þetta færist upp á algjört meistarastig í málfræðinni. Þessi þróaða aðferð algjör snilld. Hún krefst þess að frumlag orðrómsins, sem sagt, sá eða það sem verið að tala sé einfaldlega rifið úr miðri setningu og sett alveg fremst. Síðan notuð smá brú, oftast smá orðið að, til að tengja sagnirnar og aðgerðina alveg snurðulaust saman. Maður þá hættur að byrja á sagt að, heldur byrjar beint á gerandanum sjálfum, en setningin samt áfram í þessari kláru, köldu þolmynd. Og það sem meira þessi uppbygging haga sér alveg fullkomlega gagnvart tíma. Kerfið aðlaga sér snilldarlega, málfræðin breytist nákvæmlega eftir því hvort eitthvað að gerast alveg akkurat á líðandi stundu eða hvort við að ræða atburð sem þegar hefur átt sér stað í fortíðinni. Tökum sem dæmi yfirstandi orðróm. Þegar við erum í nútíðinni þá tengst þessi nafnhátarbrú beitt við núverandi ástand. Hann sagður vera ríkur. Þarna verið að fjalla formlega stöðuna nákvæmlega á þessari stundu. Engin loforð gefin sannleiksgildið af hálfu fjölmiðilsins, heldur hreinlega bara verið að staðfesta að þetta sé það sem sagt út í bæ. En segjum sem svo að við segjum að skoða atburði þótíð, segjum flotta glæpamanns eftir bankarán í gær. Þá hlýðrast öll byggingin til að sýna alveg skýrt að sjálfur atburðurinn af staðinn. Hann talinn að hafa sloppið með fé, við tökum eftir þessu, orðrómurinn sjálfur geti verið í fullum gangi núna en gjörningurinn heyrir til fortíðar. Þetta dregur ótrúlega skýra línu á milli ágiskunarinnar og atburðarins. Þetta leiðir okkur að loka kaflanum. Við skulum draga þetta saman í eina stóra og mikilvæga gullreglu. Svo, til að nýta þetta allt saman í alvörunni, þarf fyrst að staðsetja nokkrar lykilsagnir, svo kallar markmissagnir. Við erum að tala sagnir eins og að segja, að telja, að halda eða greina frá. Það eru nákvæmlega þessi orð sem bera uppi allan þennan hlutlega og faglega tón sem við höfum verið að skoða. Heppnilega ferlið geti síðan eiginlega ekki verið skipulagðara.
Maður tekur þessar ákveðna sagnir og færðir þær yfir í þolmynd sem þurrkar nánast út alla persónlega tengingu. Að lokum eru upplýsingarnar afhendar með annað hvort, sagt er að, eða þessu flóknu nefnáttarbyggingum. Og voilà, þessi nákvæma uppskrift skilar þessu eftirsotta faglega frétta yfirbræði í hvert einasta skipti. Svo nú þegar öll þessi kalda, sannfærandi málfræði hefur verið lögð á borðið, breytist hlustunin algjörlega. Næst þegar kveikt á kvöldfréttunum eða farið yfir fræðigrein þá að gera spenna hlustirnar. Hversu stór hluti af fréttum dagsins eru í raun og veru bara óstaðfestar sögusögnir, haganlega faldar á bak við alveg rammgáfulega málfræði, svari geti komið verulega óvart. Þegar maður nefnilega byrjar að taka eftir þessu, þá sér maður þetta einfalla allstaðar. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.